Ertu á leið heim úr vinnu? Stilltu á FM 89,1. Við ætlum að ræða núna aðeins, við getum kallað það stöðu barnafjölskyldna sem að vonandi verður svona meiri fókus á næstu vikum og misserum. En það ýmsir þættir í þessu, meðal annars lengd fæðingarorlofs og að það dugar ekki, þar sem að fæðingarorlofið endar, að þá kannski leikskólarnir ekki klárir og ungt fólk, barnafólk, foreldrakynslóðin lendir í vandræðum með að vinna fyrir öllum reikningunum eins og sagt og halda eðlilegri fjölskyldulífi áfram. Hingað komin Hólmfríður Jenný Árnadóttir sem leikskólastjóri á leikskólanum Holti. Velkomin. Sæl, takk. Þú varst leiddir líka lista VG í Suðurkjördæmi síðast. Já, rétt. Og varst svona kannski inn á þingi en endanum ekki út af Borgarfjarðar sögunni aldrei. Já. En við ætlum ekki að ræða það. Nei. Hérna, þessi með þetta ástand sem að það fæðingarorlof til þess að styðja barnafjölskyldur. Já. Til þess að geta sinnt ungu börnum sínum. Nákvæmlega. En svo hættir það. Já. Og þá tekur við svo kallar umönnunarbil eða bara gap í kerfinu og leikskólarnir ná ekki að taka inn sko langflestir. Það eru vissulega leikskólar út á landi á minni stöðum sem geta tekið við börnum strax eftir að fæðingarorlofi lýkur. En miklu algengara það eins og við höfum bara lesið og heyrt henni til dæmis í Reykjavík að foreldrar fá ekki inni fyrir börnin sín, fá ekki leikskólapláss fyrir en börnin eru 2 og jafnvel 3 ára gömul. Og þá hefst vandinn við það að það þarf einhver að sinna börnunum, það þarf einhver að vera heima, hugsa börnin og vissulega eru líka dagforeldrar og einhver koma börnunum sín til dagforeldra, en það ekki allir sem ná því. Og það kerfið minna og veikar en að var áður kannski? Já, og þá þarf einhvern veginn að leysa málið, það þarf að annað foreldrið, jável eða bæði að skipta með sér þessum tíma og reyna að dekka hann einhvern veginn. Afar og ömmur, jável, en í dag eru ömmur og afar ekkit eins og var kannski þegar við vorum ung. Í peysufötunum? Nei, bara, kannski ekki í peysufötunum, en heimavinnandi. Núna eru bara, ég meina foreldrar mínir. Það var í peysufötunum. Já, nákvæmlega. Foreldrar mínir eru bara, þú veist, að ganga upp á fjöll og þau eru bara á fullu að sinna sínum áhugamálum og þó þau séu nýhætt að vinna. Og foreldrar ungra foreldrar í dag eru bara á fullu í sínu, þau eru bara í sinna sínu frama eða hverju sem og þetta ekki lengur einhver svona kannski stórfjölskylda þó vissulega séu ömmur að hjálpa eins og þau geta sem að þú veist, á heimilinu og börnin einhvern veginn eru þar í skjóli einhvers sem heimavinnandi. Þetta ekki eins og var. Heldur miklu frekar í dag það þannig að ungir foreldrar eru kannski eignast barn og þeir búa einir eru kannski líka út á leigumarkanum eða nýbúin að kaupa sér húsnæði og svo farið í fæðingarorlof og það náttúrulega 12 mánuðir sem frábært, það betur en var 9 mánuðir og þar áður 6 mánuðir og gjarnan annað foreldrið og þá frekar móðirinn sem að svona smyr þinnra lagi dreifir sínu fæðingarorlofi yfir lengri tíma til að dekka meira tímabil og þá þarf ofta að herða sultarólina. Hvað þýðir það að smyrja? Þá í rauninni tekur móðir kannski 70% fæðingarorlof, tekur bara fær minna úr sjóðnum og dreifir yfir lengri tíma. Já, ekki það nú vinni þá 30% með það? Nei, þá kemur aftur að því hver á að gæta barnana, hver á að sinna börnunum. Og mér finnst ótrúlega mikilvægt að lengja fæðingarorlofið. Ég held að það sé besta skrefið sem að ríki getur gert til að koma til móts við barnafólk. Þessi betri kostur heldur en að byggja upp leikskólakerfi til að taka við börnum frá 1 árs upp í 2 ára. Já, ég held það er mín skoðun og fyrstu 2 árin eru ótrúlega mikilvæg í lífi ungra barna og þá á sér stað þessi tengslamyndun milli foreldra og barna og foreldrarnir eru náttúrulega helstu umönnunar aðalar barnana og þeir sem börnin vilja frekast vera hjá. Leikskólanir algjörlega frábærir og sinna sínu og frábært viðbót við uppeldi foreldra en ég tel að ef við bara 2-földum fæðingarorlofið og það verði það langt að foreldrar nái að dekka þetta bil þá létti það álæginu líka á sveitafélagunum með þessa pressu að taka við börnum strax á loknum fæðingarorlofi. En það ekki bara eitthvað svona verkaskiptingum milli ríkis og sveitafélaga
að kostnaðurinn við leikskólan er sveitafélagsmegin en fæðingarorlof er ríkismegin. Þetta er náttúrulega svona, þetta er ekki raunverulegt. Þetta er bara að menn ákvað hafa þetta svona. Já, og ég meina við búum. Það verður engin vandi að henda peningur á ríkinu yfir í sveitafélagi og byggja upp leikskólakerfið ef það verður talin betri lausn. Ef það verður talin betri lausn, já. Þó ég telja að hitt sé betri lausn. Að foreldrar fái þarna tíma, meiri tíma með börnum og börnin, fyrst og fremst ef við hugsum börnin og þeirra þarfir og hvað það er sem er best fyrir þau. Og ég held að með þessu að foreldrar fái þarna nægt svigrúm og tíma alltaf sinna börnum sem þarf líka að taka út þennan, ég meina það er bara kvíðafaktor að eiga von á barni og liggur bara leið og þú ert orðin ófrískur, þá fer að spá í að skrá barni hjá dagforeldri og svo bara koma því á listan inn í leikskóla, það reyndar fer eftir kennitölum og það skiptir raun ekki endilega öllu máli hvernig að skrá barni fyrir leikskólaplási, en þú veist, ég held þetta myndi líka létta miklu álagi af foreldrum, að þeir hefðu bara nægan tíma til að vera á sinna barninu sínu og svo væri þeir þá líka örygginu það að barni kæmist inn á leikskóla að loknu fæðingarorlofi. Og ég held þetta muni bara draga mikið úr kvíða og áhyggjum ungra foreldra í dag. Við horfum á þetta frá leikskólunum og þá hefur maður heyrt þau sjónarmið leikskólakennara að þessi krafa að taka við börnunum eins árs sé kannski ekki best fyrir barnið, en það er líka sjónarmiðum að því að fólk bara áttir sig ekki á því hvaða umbreyting það er fyrir leikskólan að taka við þessu verkefni vegna þess að börn á milli 1 og 2 ára að þau þurfi kannski tvöfaldum, þriðfaldum. Þannig að eins og stjórnmálin og þau sem að tala þetta, þessi svona létt á því að sé eðlilegt að sveitafélagin taki við barninu þeirra 1 árs, að bara að ef við ætlum að þenja út leikskólakerfið skyndilega til þess að ráða við þetta, að það væri við kannski bara að hætta kerfinu, að það er ekki endilega víst að við séum búin að finna lausnin á því hvernig best er að gæta barna 1 til 2 ára í leikskóla. Nei, það er alveg bara góður punktur og vissulega eru leikskólar frábær staðir fyrir börn að vera á. En börn sem eru orðin 2 ára eru enn meira reiðubúin að fara frá foreldrum sínum og fara í umhverfi þar sem að þau eru að læra í gegnum leikinn og læra í samspili við aðra og annað slíkt. Þannig ég held að börn eru miklu tilbúnari sjálf 2 ára heldur en 1 árs. Það var reynt að setja mig 5 ára en ég vildi það ekki, þannig að mamma tók mig bara með sér í vinnuna. Já, ég fór aldrei í leikskóla, svo þessi sagt. Fyrir núna, nýlega. Já. Sem kennari. Já, nú er ég leikskólastjóri og er náttúrulega leikskólakennari í grunninn. Já. En svo er annað í þessu að það er ekki þannig að þetta svara því fyrir alla að það sé best fyrir börnin að vera heima 102 ára. Það á bara ekki við alla. Sum börn eru bara við þá aðstöðu að við ættum helst að taka við börnunum í einhvers konar gæslu eða einhvers konar umönnun bara hálfsárs eftir. Þetta sjónarmið hefur komið fram hér frá reyndum leikskóla frumöðum. Já, og þeir vilja að börnin fari í leikskóla. Það getur verið þær aðstæður. Já, þær aðstæður. Þannig við ætlum ekki að horfa á það væri bara allir ætti að vera heima til 2 ára. Því að það geti hjálpað þroska barnsins og fjölskyldunni tilteknum fjölskyldum. Og það er alveg hárrétt og það er alltaf þessi vissi hópur og það þarf auðvitað að hugsa til þessa hóps og það er svo sem gert í dag. Ég meina það er félagsþjónustur sveitarfélaganna sem eru að horfa til þessara fjölskyldna og það er alveg þannig. Og auðvitað þarf kerfið að vera, það getur ekki verið, það er ekki eitthvað ein stærð fyrir öll, það er ekki þannig. En við getum ekki samt sniðið heilt kerfi að þörfum fárra, þannig lagað. Við þurfum alltaf að hugsa allan hópinn að sjálfsögðu, við þurfum, og við búum til kerfin, þau eru mannanverk. Þannig að við hefum alveg geta breytt kerfinu og gert það þannig að það sé styðjandi við börn og barnauppeldið og börn fái bara bestu ákjósanlegustu aðstæður til þess að þroskast og dafna. Og það finnst mér það mikilvægast í þessu öllu. Ég meina við erum búin að lögfesta barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna og ég meina við ættum að geta verið hér barnvænt samfélag. Mér finnst atvinnulífið þar stundum að líti eigin barn, hversu barnvænt það er. Þegar kemur að því að foreldrar fara út á vinnumarkaðinn og það er sorgleg þróun sem er þessi staða að efnaðri foreldrar eru frekar að lefa sér eiga börn heldur en þeir sem eiga minna milli handana. Það er bara sorglegt, þá fáum við bara einsleitara samfélag og það vill maður ekki.
þannig að ekki ég allavega og það er að mörgu að hyggja í þessu öllu saman, vissulega, en við þurfum að hugsa fyrst og fremst börnin og vissulega, og svo líka bara kannski foreldrar sem bara get ekki hugsa sér að vera svona lengi heima, kannski með börnun sem ég hef alveg heyrt það. Ég ætlaði að koma með það segjum að ég sé kona og ég í mínum bara karriér búin að mennta mig til ákveðin að starfa og ég vil eignast börn líka og ég vil kannski eignast 2 börn en ég bara, ef ég á að vera frá vinnumarkaði í 4 ár, þá veit ég það að ég mun bara dragast aftur úr. Já, þú ert að tala um þá einstæða móður sem ætlar að taka. Ég myndi halda að við höldum áfram þessari skiptingu. Já, það væri skipt á milli. Já, ég myndi vilja hafa það áfram þannig, af því það var besta leiðin til þess að fá feður líka til að taka fæðingu. Ok, þá ekki neðamálsgrein, segjum að ég sé einstæða móðir. Og þá kerfið þannig í dag að ég og bassfæðurinn bara horfinn úr lífi mínu og bassins. En ég fæ ekki mikið, ég get ekki verið 2 ár eða sem að væri í þínum heimi að óbreyttu eins og giftuforeldrarnir. Nei, ég myndi vilja ég fengi bara 1,5 ár. Já, ég myndi vilja náttúrulega aðlaga þetta vera réttu barnsins að barnið fær að vera í fyrstu 2 árin með foreldrum eða foreldri og ef það eru 2 þá skiptist á milli og ef það er bara 1 þá fær það foreldri allt tímabili í mínum fullkomna heimi var þetta þannig mér finnst þetta og við verðum að þessu var hafnað, það voru einstæða mæður sem nefndi þetta og þá var þessu hafnað vegna þess að það gæti leitt til þess að það er ójafnt skipt á milli kynjanna hjá foreldrum í sambúð. Já, ef það eru foreldrar í sambúð þá væri það alltaf til helminga. Ég myndi vilja halda því þannig áfram eins og það í dag. Það ekki alveg, það má skipta svona ójafnt. Er ekki 6 vikur, 3 vikur, 6 vikur sem má skipta, sem getur framselt hinum foreldrinu. En þú heldur halda þess líku til þess að kerfið myndi ekki ýta undir það að konur væru frekar heima en karlar? Já, ég myndi vilja að við gerðum allt þess að ýta undir það að konur sætu við sama borð og karlmenn. Og í dag, 19. júni, þá finnst mér enn meira tilefni til þess að nefna það og minna á það. Við erum bara ekkert komin nógu langt, bara langt í frá í jafnrétti kynjanna og mér finnst þetta mikilvægt jafnréttismál líka. Fæðingarorlof. Já, mér finnst það þetta umönnunarbil líka, það hallar á konur þar, þær eru frekar heima, þær eru gjarnan en þá með aðeins lægri laun og þá er svo sem alveg eðlilegt að þegar við erum ungir foreldrar að rekna út heimilisbókhaldið og þá er það frekar sá sem með hærri tekjur sem heldur áfram að vinna menn hinn tekur sér launalaust leyfi eða annað slíkt og það kemur líka niður á þeim sem það gerir því þá ertu komið árskap í ferilskrániðinni jafnvel tap á lífeyrisréttindum og annað slíkt þannig að þetta er þú þarft kannski að fresta námi eða þetta er alveg flókið við verðum einhvern veginn finnst mér og við eigum að gera það bara svolítið drastist núna og við bara gera þetta, breytum þessu og gerum ungu fólki að kleift að eignast þetta. Þetta er líka greitt lífeyrisgreiðslur fyrir þá sem eru heima í umönnunarstörfum. Það var ekkert vandamál. Nei, það er bara, það er margt sem við getum gert. Bara var þetta, með það að tekur sveitarfélagi ekki við barninu fyrir það að gera eða mætti ég fara með barnið þegar það er 1 árs af því að við hjónin, við ætlum bara að koma okkur áfram í karriér. Já. Og þá ertu búin að leyfa okkur að hafa 2 ári í fæðingarorlof. En við segjum að við tökum bara þetta 1 ár og konan tekur það. En ég bara afþakka mér mitt, það mætti. Það bara er örugglega hægt og það er örugglega hægt í dag. Ég meina kallmenn, þú veist, og ég meina, eru allir foreldrar að taka allt fæðingarorlof sitt? Ég veit það ekki. Nei, ég veit það ekki. Ég veit það ekki. En allir svona sem er kringum mig að þá finnst mér þau vera að taka þetta í aft, Já, og ég held að sé tilfelli. Ég held að sé algengast að það sé þannig. Og ég myndi vilja sjá það náttúrulega gerast og ég held líka að við tökum oft svona dæmi sem eru svona undantekningin. Við erum að reyna og líka í gegnum bara umræðu sem hefur verið í síðustu ára og 10. Já, og þá gerum við tökum þessi og þetta er alveg undantekningur, það er alveg foreldrar sem eru þarna og þá til dæmis er hægt að nýta tíman líka meðfram fæðingarorlofi til þess vegna einhvers annar skrifa bók eða þú veist, með eitthvað sem kannski krefst þess ekki, þú farir af heimilinu og getur ekki verið með barninu þínu líka en já, þannig að mér finnst þetta mikilvægt og ég held að flestir foreldrar þeir eru kvíðnir að skilja við barnið sitt sem er bara 1 árs
vilja gjarnan vera lengur með barninu sínu. Ég held að það sé bara staðreynd að það eru flestir foreldrar þar. Foreldrar sem eru að koma með börnin sínu aðlögum til dagforeldra eða í leikskóla, þú veist, þeir eru oft bara hálfkvíðnir og þeim finnst þetta erfitt. Þeir eru oft alveg með jafn mikinn aðskilnað kvíða meiri heldur en börnin. Þau eru ekki þannig eins og maður gæti stundum haldið að væri setu verkvall niður í ráðhúsi þar sem að væri foreldrar með ungu börn sem að væri að rétta Einari eða DIB börnin og segja að þið verða að taka börnin. Það er ekki alveg þannig. Þau eru neitt í þessa stöðu vegna þess að þau verða að komast út á vinnumarkaðinn til þess að bjarga húsnæðinu sínu, til þess að eiga í sig á og þessum verðu að fá gæslu. En kostur þess að þú ert að bjóða upp að væri þá að við ættum frekar að horfa á það að lengja fæðingarorlofið. Já, það er mín skoðun og ég held að það sé þess að horfa á. Það kostar? Það kostar nefnilega. Og ég veit þá. Það kostar nokkra milljarða. Hvað fer í fæðingar Ég glemdi nú aðtóð það en ég kom ekki. Hvað fyrir fæðingarorlofs, hvað fyrir gegnum fæðingarorlofssjóð. Já, ég veit það ekki. En ég held þetta væri dýrmæt aðgerð fyrir barnafólk og foreldra sem að eru eins og ég segi, fæðingartíðnin komin í 1,5 barn. Og þetta, það er til mikils að vinna en það mun vissulega. Það er eftir að sjá það því að þetta er svo sjokkrandi þetta 1,5 það lækkaði svo hratt á einu ári. Rosalega, þetta er búið að lækka svo hratt. Við verðum að fara á tölurnar frá því fyrra sem ekki að það komnar hvort þetta sé halda áfram eða ekki því að ef þetta er halda áfram þá er þetta náttúrulega eina svakalegustu fréttir sem hafa komið í nýstum samfélag. Því það bara dunkaði Það dunkar bara. Það er ekkit langt síðan hér var 2,2 badgildi Nei, 2,2, fæðingartíðnin. En í Evrópu þá mér minnir að segja í Póllandi komin í 1,2 börn, 1,3 og fleiri Evrópulöndum er þetta orðið mjög lág tala, skuggalega lág sko. Og byrjuði að blandast inn í pólitíkina. Já, vissulega. Sérstaklega kannski löndum þar sem mikið verið að tala innflytjendur. Þá verið að mikið að hægri flokkunum með hugmyndur að ýta undir barneignir. Já, akkurat. Hvergi hefur það virkað? Nei, nákvæmlega, það virkar. Það er bara hvergi hægt að sjá einhverjar opinberar aðgerðir ná að snúa þessu við því það virðist vera að segja svona menningaleg þróun sem er mjög sterk. Og kannski ættum við þá að horfa á það ef við ætlum að ráðast við hana þá er það ekki eitthvað svona eitt einfalt trix sem að virkar. Þetta þarf að vera einhvern veginn svona stórkostleg breyting í hugmyndunum barneignir, vinnumarkað. Hlutverk í samfélagsins, hlutverk foreldrana. Já, og ég held að við þurfum að fá alla að borðin, ég er alveg sammála því og þessna langar okkur og stefnum að því halda málþing í september fæðingarorlof og fá þá raddir foreldra og atvinnulífs og allra að borðinu og því þetta er samtal, þetta er ekki einhver eitt sem hefur lausnina eða annað en við þurfum að hlusta og ræða við fólk, ræða við þau sem eiga hagsmuni hagaðila og fá fram raddir og líka heyra í ungu foreldrunum hvaða er sem þau halda virki og hvaða er sem þau myndu vilja sjá gera. Ég hef stundum gert það Við vorum með svona sirpu held ég svona síðan haust að ræða þetta við Rauðaborðið og talaði við fólk úr leikskólunum og foreldra og fleira. Og það fannst mér koma mjög fljótlega í ljós að væntingarnar eru bara ólíkar. Já. Þannig að það er kannski ekki ég ætla ekki að spá því en ég ætla að spá því að þegar margir teknir að borðinu þá kemur í ljós að það er kannski ekki svona ein aðferð sem að hugnast öllum. Nei, alls ekki og líka það eitt að því hún nefndir hérna með að fjölga barneignum og annað, fyrir mér er það ekkit endilega markmiði. Mér finnst markmiði vera hlúum bara betur að barnafólki og börnum með einhverju aðgerð eða með aðgerðum sem við teljum að séu þeim til bóta. En mættum við samt ekki taka þetta alvarlega með því að segja sér svo ef við erum í samfélagi þar sem að fólk vil síður koma með börn inn í það. Er það ekki svolítið svona alvarlega áminningum að það er eitthvað meiri háttar bogið hjá okkur? Jú, og ég held að það er akkurat það sem við verðum að taka með okkur úr þessu. Og þurfum að hlusta hvað er það sem veldur. Ég myndi vilja heyra til dæmis í ungum barnlausum foreldrum. Þú veist, hafi hugaði eiga börn og ef ekki hvers vegna og annað slíkt. Ég myndi vilja akkurat heyra þetta, hlusta og fá samtal þetta. Af því að þetta er ótrúlega mikilvægt og vissulega þurfum við að vera með 2,2 börn á konu
að því útreikningun er þannig, til þess að bara viðhalda okkur. Við erum bara með líka kerfi hérna sem við þurfum að viðhalda, við erum með gamalt fólk sem þarf að hugsa og við erum bara með samfélag sem að gengur út á það að við séum svolítið að viðhalda okkur og við erum ekki að gera það með því að fara neyri eitt og hálft barn, eins og maður segir. Alls ekki. Það var einhver að gantast með tölfræðum daginn sem að sagði það að það er spáði að við mannkynnið náðu toppi 2040 minnum við maður vera þarna 10,5 miljardar eða eitthvað slíkt. Ef að ástand er þannig eins og er í Kóreu í dag að þá árið 3000 eru við 20 miljónir. Bara til þess að sýna hversu hratt við okkur myndi fækka. Ef að við höfum ekki, ef við verum millans 1,5 barna á konu í staðin fyrir 2,2 eða 2,1 að þá myndum við okkur myndi fækka mjög hratt svona þriðjung á milli kynslóða. Og ég held, sem er eitthvað veröld sem ekkert okkar held ég að geti almenna ímynda sig hvernig það er. Nema ef þú ferð kannski mitt eftir að huga að ég ferðaðist skosku eyjarnar þar sem að maður fattar eiginlega ekki fyrir að maður er farin og kemur inn í annars konar samfélag sem eru börn, hvað vantaði þar. Það eru, þú getur farið á svona hörnandi byggðir til þess að sjá hver framtíðin verið. Já, og það finnst mér einmitt verið svolítið skelfilegt tilhugsun. Af því að ég vinn alltaf með börnum og við að sinna þeim og hjálpa þeim að þroskast og dafna í gegnum leik og störf bara í leikskólaumhverfinu og ég bara hugsa mér hillingi til þess ef að er ekki bara, ég vil hafa börn alls bara sláturinn og bara hugmyndirna, hreinskilnina, þú veist, við erum miklu meira að hlusta á börn og einhvern veginn bara hlúa að þeim og við þurfum að gera það, við þurfum að gera það miklu betur, við þurfum að vera miklu barnvænna samfélag. Við þurfum einhvern veginn að aðlaga bara allt að því að það er fólk á barningaraldri sem er að eignast börn og það þarf að taka tillit til þess í svo mörgu. Veikindadagar sem dæmi, ungir foreldrar sem eru fá 12 veikindadaga per foreldra á ári, þeir eru bara, það bara dugir ekki neitt ef þú ert með 2 ung börn til dæmis á leikskólaaldri. Það er bara fljótt að fara í flensunum eins og eru búin að vera að ganga núna síðustu ár. Og þá er fólk komið í vanda líka, þannig að við þurfum, það er svo margt sem við þurfum að huga að. Það er ekki bara fæðingarólofi, það er þetta með hvernig umhverfi erum að búa að börnunum okkar og þetta er framtíðin okkar, þetta er dýrmætasta sem við eigum. Það er hægt að stilla sig upp þannig að fólk er í vinnunni og svo er það með frítíma og er að svona rækta sjálft sig félagslega og fleira og svo þarf að sofa. Svo setur við barnin í þetta kerfi og þá því að vinnan hún gefur ekki eftir. Þá er það annarkot svefnin eða félagslega ræktunin þín, eða félagsliðið sem hefur, sem er náttúrulega, maður ekki fagna því að fá barnið inn í þann hóp, það er inn í það tímabil, en það er samt umönnun á einu barni sem er 2 ára, eitthvað svoleiðis. Það er meira heldur þetta, veit allir foreldrar, að það er börnin eiga tíman þá þú farið úr leikskólanum og þá þú eru sofnuð, það eru farið 4 tímar sem eru en málega það vinnan gefur ekkert eftir. Og ég var eitthvað að tala við fólk sem hafi reynslu frá öðrum löndum og svona Svíjanir hafa gengið lengst í þessu og ég náði ekki alveg svona hvernig reglan var nákvæmlega en hljómaði eins og það væri þannig að ég gæti tilkynnt atvinnurekanda mínum eða þeim sem ég er í vinnu hjá að ég ætlaði að nýta það að vera bara í 70% vinnu samkvæmt að barnið mitt var orðið 5 ára. Eitthvað slíkt. Sem er þá sveigjanleiki þar sem að fyrirtækin verða að beygja sig undir það að vinnuaflið lifi fjölskyldulífi og á börn. Þetta eru líka góður hugmyndir og eins í Hollandi, það eru líka svona hugmyndir útfærslar. Og þetta held ég sé líka spennandi að skoða. Sem við ættum að byrja að skoða, því það tekur langa tíma að koma sér gegn skoðan, en við verðum að byrja að tala um þetta strax. Nákvæmlega, svo við nefnum það nú. En já, það er svo margt sem við þurfum að skoða. Og þetta líka að geta sinnt börnunum okkar betur og að vinnumarkaðurinn mæti okkur í þessu með veikindi barna eða fjarvinnu þegar nú er oft líka að tala um starfsdaga í leik- og grunnskólum og þetta er að pirra, ég held þetta pirri nefnilega ekki endilega foreldra, þetta er að pirra atvinnurekandan og vinnuveitendurna af því að foreldrar sjá þarna líka bara samverutíma með sínum börnum en finna líka fyrir því pressunni frá atvinnuveitandanum að þú veist, þetta er ekki nógu gott og þú ert alltaf frá eða eitthvað svona
Þannig ég held að við verðum að taka samtal öll saman og við verðum að endurskoða kerfi. Við verðum bara, af því ég held líka að sé hlúð vel að börnum þessi fyrstu 2 ár og bara alltaf, þá hlúa vel að börnum alltaf, hlúa vel að börnum, að þá erum við líka að sjá fram á minni kannski hegðunarvanda, vanlíðan barna, kvíða, minni svona álagstengt vandamál seinna meir sem að, og líka bara hjá ungum fjölskyldum. Eins og ég nefndi áðan með kvíða og annað slíkt, ég menn ungt fólk í dag, þekki ég sjálf 3 börn á þessum aldri sko, og þetta bara alveg kvíðvanlegt sko, að hugsa til þess að nú bara barn á leiðinni, það á að vera tilhlökkunarefni. Maður á svolítið að vera að hlakka til og þetta verður skemmtilegt og örgum að það verður vel séðum barn, það verður velkomið. Já, barnið sé velkomið og allir takið þessu vel og að samfélagið okkar og kerfið sé þannig uppbyggt að það sé styðjandi. Af því við þurfum á þess að halda. Eins og segir, hvað bara, allir hættu bara að eiga börn. Þú veist, við varum bara, það bara þvílíkt fíaskó. En ef við erum að horfa í svona smá tíma, já. Er það ekki bara þannig að leikskólakerfið hefur fyrst og fremst byggst upp af kröfu þörfum atvinnulífsins? Að þessi gæsla fyrir börnin svo að foreldrarnir geta mætt í vinnuna. Já, ég held þetta sé svolítið samspil sko. En ég meina það eiginlega fókusið verið þar og þessi krafa að leikskólandi fari niður í einsás bara fyrst og fremst til þess að svara kröfum atvinnulífsins eða þeirri stöðu sem að foreldrarnir eru í, að þeir verða að vera á vinnumarkaði til þess að hafa bara í sig á, Já, og ég held þetta sé svo sem, ef við hugsaum þetta sem eitthvað svona líka jafnvægi, að þetta líka tækifæri fyrir börn sem orðin, eins og ég segi þarna komin 2, 3, 4 ára, að þau eru þarna þá með jafnöldrum í öruggu uppeldis umhverfi og þroska umhverfi. Ég meina leikskólakennanámið 5 ár, þú veist, við lærum helling hvernig við að sem best mæta þörfum barna og efla þroska þeirra og annars slíkt sko, mæta sérþörfum og öðru slíku. Þannig ég held að leikskólar eru mjög góður staður fyrir börn að vera á. En kannski ekki alveg meiri eins og. Ég myndi vilja sjá þau byrja í leikskóla 2 ára. Ég myndi vilja sjá það gera, en þau sem að byrja, ég bara hef tekið sjálfi sko yngst 9 mánaða gamlum börnum þegar ég var leikskólastjóri kringum 2000 og var að vinna í leikskóla þá. Og það bara gekk alveg ágætlega, en þá voru það foreldrarnir sem áttu erfiðast. Skilja við börnin sín svona ofboðslega ung, missa kannski af ýmsu sem var svona gerast og gerist fyrstu 2 árin. Þú veist, það eru orðin þegar þau koma og það að byrja að ganga og það ýmislegt svona sem að, sko, og foreldrar eru að eiga börn líka af ástæði. Af því þetta eitthvað sem að einhvern veginn svona þörf og mann langar og annars slíkt og þá vill mann náttúrulega líka vera með börnunum sinum og ég held að flest allir foreldrar séu þarna. Þeir myndu vera ofboðslega þakklátir og grípa tækifærið til þess að eiga meiri tíma með börnunum sín. Hérna, þú nefndir það 19. júní og það þá fengu konur og fátækjakallar, gott og greitt, ekki alveg strax. Og planið var það að það ætti að byrja með fertugt. Trump droppar sér mjög hægt niður, en Danirnir sættu sig ekki við það og neyddu íslenska yfirstétt að hafa kosningaréttin almennari niður í 25 ár, mjög fljótt. Og það breyti náttúrulega stjórnmálum svolítið að þau voru áður höfðu bara verið hagsmunir borgarastéttarinnar, en núna þurftu stjórnmálin að snúa sér að kjósendum sem höfðu alls konar væntingar og það hafði líklega mikil áhrif á samfélagið, kannski frekar kosningaréttur hinna fátækari, að því að það var svona fókus á það. Konurnar, kvenréttindi komu miklu seinna, það var eiginlega, ég var að kíkja á þetta í tilum að deginum, það var ekki fyrir 1995 að konur kusu jöfn mikið á kallar. Það tekur þarna þessi 80 ár, en þess að eðlilegt hjá konum að akkur eftir ég að fara að kjósa eitthvað að það bara kallar í boði og þessi stjórnmál ekkert að fjalla það sem að mér finnst skipta mestu máli og það er skiljanlegt að kosningarétturinn nýtist sko, sem nýttur hægt vaxandi. En svo hefur það verið. En og ef við hugsaum þetta svona, að kosningaréttur neyði stjórnmálinn til þess að horfa á tiltekna hagsmuni. Það voru náttúrulega barnafjölskyldur af því að þjóðin var yngri og svona, atkvæði og börnin fleiri og fleiri sem áttu börn. Þannig að atkvæði réttur barnafjölskyldana var svona þokkalegur stjórnmöndin og þegar ég var alast upp að þá
var mikið talað leikskólamál og fæðingarorlof og þá svona húsnæðismál, ungs fólks og fleira, meðan svona fókusin vera eiginlega meira á barnafjölskyldur og foreldrakynslóðina heldur mér finnst verið í dag. Og hluta til það kannski vegna þess að vægi foreldrakynslóðinar í atkvæðamagninu er miklu minna núna af því að við lifum lengur og það er bara, og það eru fleiri sem eru barnlausir og þar fram til göttunum. Ég ætla ekki að fara að boða kostagreitt barna, ég er þeirra skoðunar og segi það oft en ég eiginlega finn aldrei neitt til þess að vera sammála mér. En það er samt þannig að einhver leyti þá hafa stjórnmálin síður snúið sér að foreldrakynslóðinni og barnafjölskyldum heldur en að ég upplifi. Það getur verið að áhrifin séu líka vegna þess að við erum að höfum farið í gegnum tímabil svona þessum kallaði identity stjórnmálana, þar sem er kvennabaráttan, barátta samkynhneigðra, barátta fatlara og fleiri hefur verið í forgrunni sem svona mannréttindabarátta og kannski ein almenna barátta barnafjölskyldnanna hefur kannski verið svolítið meiri í skugganum en hún var til dæmis 78 eða vel eitthvað ár. Þannig að ég held að að einhver leyti snúa stjórnmálin sem svona síður að svona venjulegu barnafjölskyldum sem er í basli, skulda meira en gengur og gerist, er á jaðri húsnæðismarkaðarins, er á jaðri vinnumarkaðarins og barnabæturnar hafa gefið eftir. Vaxtabæturnar sem var stuðningur mikið til við þetta fólk, það eru eða horfnar og þar fram til göttunum, þannig að einhver leyti eru það komundu tímabili þar sem að hagsmunir þessa hóps sem börnin okkar eru, sem framtíðin okkar er, hefur einhver leyti gefið eftir. Þetta er svona mín tilfinning, ég ætla nú bara að pröfa þetta á þér. Já, algjörlega, og reyndar eins og núna, þá voru nú barnabætur að hækka og það er komin sérstakur húsnæðisstuðningur og eitthvað svona. Það er síðustu 7-8 ár í Já, ég segi það, og það er það er ekkert í líkingu við það sem var 95 eða 2000. Og ég held nefnilega að þarna þurfum við, þú veist, einmitt líka bara að stíga upp og við verðum að huga að þessum hópi. Og þegar maður lítur einmitt tilbaka sjálfur, nú er ég á 5 börn og yngsta er 16 ára einmitt í dag. Þannig að þau eru orðin svona hálf fullorðin og elsta. Takk fyrir það. Og þegar ég hugsa tilbaka, þá hugsa ég pínulítið með hryllingi til tímans þegar ég var með lítil börn og svaði ekki neitt eins og við rættum aðan, var að reyna að mennta mig og var að reyna að vinna og halda vinnunum minni líka. Og við í rauninni, maðurinn minn smiður og ég kennari og við bara reyna að halda húsin okkar og eiga bara í okkur á og þú veist, ég man það að ég gekk alltaf í svörtu, það var svo praktískt, ýmislegt svona sem að maður hugsaði tilbaka bara, maður var alltaf þreyttur, þú veist, það var svo lítill stuðningur og ekki það að ég á yndislega foreldra og fjölskyldu en mína foreldrar voru líka bara full út á vinnumarkanum, þau voru bara að hafa líka í sig og á. Þannig að við verðum einhvern veginn að horfa á kerfið, stokka svolítið upp og gera betur þarna. Fólk á að geta á þessum árum þar sem það er að ala upp börnin sín, þessi fyrstu ár, þessi ár þar sem við viljum og við viljum alltaf vera til staðar fyrir börnin okkar. En þetta umönnunar tímabil, þar sem þau þurfa svo mikið á okkur að halda og það er svo gott að geta sinnt í. Án þess að vera einmitt eins og segjum áhyggjur af húsnæðislánunum eða bara leigunni er ég að fara, þú veist, missa íbúðina eða allt bara matakarfan hækkar. Ég meina barnabætur bara eru gott jöfnunatæki og eru þá á að nýta til þess að þau sem eru með lægstu launin geti framfleytt sér á börnunum sínum. Og það er ýmislegt svona. Tómstundir, ef við hugsaum það líka, börn fara svo seinna meir í tómstundir þó það sem ekki þeir eru kannski svona ung, að ýmislegt svona, þetta á að vera aðgengilegt fyrir börn. Tónlistarnám, alls konar tómstundir og annað svona sem að örvar og bætir lífsgæði þeirra og er gaman að sinna og fá tækifæri til að sinna. Þannig að við þurfum að gera miklu betur fyrir barnafólk, það er svo bara algjörlega sammála því. Skoða samfélagi út frá sjónarhóli barna. Allan daginn, algjörlega hugsa þetta út frá börnunum, hvað er það sem börn þurfa, hvað getum við gert til þess að börnin okkar þroskist og dafni bara við sem bestar aðstæður. Og það er tilefni til þess, ef maður vil vera kaldhæðinn, þá eru börnin að snúa baki við samfélaginu, þau eru hægt að koma. Já, þau eru bara. Já. Og við þurfum að fá þau aftur, við þurfum að lokka börnin hingað aftur. Já, já. Hólmfríður, kæra þakkir, önnur Hólmfríðurinn í þættinum í kvöld. Kæra þakkir. Takk fyrir mig. En ég ætla að sitja hér áfram og reyna að skilja þennan heim sem við lifum í.
næsti kallir eftir augnablik. 60% Eflingarfólks á erfitt með að ná endum saman. Hvernig hægt að réttlæta það? Efling stéttarfélag. Barátta fyrir betra lífi.